Sæl öll, ég heiti Elín Fríða Sigurðardóttir og er fjármálastjóri Landgræðslunnar. Ég býð ykkur velkomin á þennan viðburð sem er hluti af fyrirlestraröð Landgræðslunnar, Rauðar viðvaranir, grænar lausnir, landið, loftslagið og lífbreytileikinn. Í dag mun Árni Bragason halda erindi sem hann nefnir 115 ára saga af landeyðingu og endurheimt vistkerfa, hvernig miðar okkur. Í lok erindisins verður tími fyrir spurningar og vil ég biðja ykkur að skrifa spurningarnar sem á okkur brenna. Það sem stendur Q&A eða Q&A sem eru spurningar og svör. Viðburðurinn lýkur ekki seinna en klukkan 16. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði og gef ég þér hér með Árni orðið, gjörðu svo vel. Já, góðan dag. Ástæða fyrir því að við vildum fjalla þessi mál og gefa aðeins yfirlit í dag er það að á morgun er ekki bara þjóðhátíðardagur okkar, heldur einnig alþjóðlegur jarðvegsverndardagur. Ég ætla að fara hér í gegnum nokkrar myndir og síðan vonast ég til þess að það verði þá góður tími til spurninga á eftir. Þegar við fjallum sögu landgræðslunnar sem er jú ansi löng, þá höfum við yfirleitt verið að skipta henni upp í ákveðin tímabil 1970-46 þar sem að einkenndist af baráttunni við sandinn. Síðan tók tímabil við þar sem að farið var mikið í grasáningar og áburðargjafir og þá var einkennis merki þess tíma var í rauninni flugvélin Páll Sveinsson. Síðan með hækkandi olíuverði og breytingum í samfélaginu þá var breyting á starfinu hjá okkur, endurheimt vistkerfa, sjálfbær landnýting og ráðgjöf. Síðan fengum við eftir 55 ára bið ný lög 2018 og þá er jú sama áherslan, endurheimt vistkerfa, sjálfbær nýting og ráðgjöf, en við bættist og hafa bæst við stóru verkefni varðandi vöktun og loftslagsmál. Ísland er jú land eldvirkni og til hægri á myndinni sjáum við þessi þykku öskulög sem eru mjög víða. Við vorum að taka snið upp á Hrunamannaafrétti. Við tókum það og það er eitt af því sem sýnt er með annars í Sagnagarði hjá okkur í Gunnarsholti. En þetta er auðvitað það sem hefur haft áhrif á allt hjá okkur. Við gerðum okkur betur grein fyrir því hvernig ástandið er nú síðast þegar að Eyjafjallajökull gaus, að þá fór jú aska víða. Veitasvæðin voru takin ösku og svæðin með þykkasta laginu, þau eru gróðurlaus í langan tíma. Áhrif á búpening var jú mjög mikill því að skepnurnar urðu auðvitað ráðvilltar og fældust og maður getur rétt ímyndað sig hvernig þetta hefur verið þegar að hér áður fyrir þegar að varla var hægt að hýsa skepnur. En það er ekki bara svo að þetta sé eitthvað nýtt, en Sveinn Pálsson, hann fjallaði í sínu riti og þá 1793 að þá lýst hann Rangárvöll með þessum hætti. Þessi sveit sem í fyrri tíð var eflaust harla fögurslétt og þurrlend er nú svo eitt af upplæsti að hún er nærri því óbyggileg. Að vísu er neðri hluti Rangárvalla óskemmdur og gróin fegursta grasi. Á þessum tíma er hann Markafljót allarleið vestur í Þjórsá og þið sjáu hér hægra megin hvar Markafljótið rennur nú því að það er búið að hemja fljótið innan varnargarða. Auðvitað hefur þetta haft áhrif á öll búsetuskilyrði því að úr farvegum fauk fínt efni
eins og gerist svo sem enn í dag eftir Skaftárhlaup. Vetrarbeit var auðvitað eitthvað sem tíðkaðist og þessi höfðingi sem er hér á myndinni hefur eflaust haft verulega áhrif á gróðurfar, en þetta var nauðsynlegt til þess að fólk hreinlega lifiði af og ýmsar hörmungar sögur sem voru færðar eða settar á bók. Hekla hefur gosið 18 sinnum frá landnámi og þið sjáu hér á seinustu 2 dálkunum stefnu gjósku og eyðileggingu og 1104 gosið, það var geysimikil eyðilegging, sama var með 1300, það var mikil eyðilegging 1341, 1510, 1693, mikil áhrif, mikil eyðilegging á þessum eldgosum. Eldgosin nú í seinni ár hafa ekki haft jafn mikil áhrif og í rauninni lítil. Maður getur ímyndað sér hvernig ástandið hefur verið því að við þekkjum jú til þessara gosa á seinni árum. Sigurður Þórarinsson gerði rannsóknir á og gat sig til það hvað áhrif gjóskan hefur haft á búsetu. Þegar að gjóskulaði var meira en 20 cm á þykkt á hálendinu þá fóru jarðir varanlega í eyði, 30–50 cm á þykkt á láglendi, þá voru jarðir yfirgefnar í meira en áratug. Og 15 cm jarðir yfirgefnar í 1–5 ár og meira en ár eða tæpt ár, kannski 8–10 cm gjóskulag. Og enn til þess að undirstrika hvernig ástandið þá þetta tilvitnun í Matthías Jochumsson sem var prestur í Odda frá 1881 til 85. Hann lýsti því svo eftir sandstorminn mikla sem var á Rangárvöllum 1882. Sandfoki sótti inn í húsin, blandaði allan mat og drykk og jafnvel munnvatn manna. Víða gjörðist fólk hrætt og örvinglað en þá voru þá flestar bjargir bannaðar. Sums staðar var engin lífsnæring fyrir fénað og sums staðar skorti allt. Hey, mat, eldivið. Laðist á vesalt fólki fyrir og fól sig guði og lét svo fyrir berast uns kynjum þessum tók heldur að létta 2. og 3. maí. 1885 skrifar Matthías ástandið hafði lagast tíma en stormar geisuðu frá 27. janúar til 11. febrúar og aftur frá páskum og allt fram í miðjan júní. Á Rangárvöllum eyddust Gunnarsholt og Gaddstaðir og í landsveit jarðirnar Stóriklofi, Litliklofi, Eskiholt, Erill, Fellsmúli og margar fleiri. Ástandið var ekki gott og þetta sá tími sem var mjög kaldur á Íslandi því og oft kallur litla ísöld. Og það fer ekki að hlýna fyrir en kemur undir lok 20. aldarinnar, undir lok 19. aldarinnar. Og það með þetta, í þessum bakgrunni sem að lögin eru sett, lög skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands. Reyndar höfðu verið samin lög eða samþykkt lög 1894 varnir vernd skóga og mels en fyrsti ramminn eða fyrstu lögin voru sett 1907. Það var ekki mikið bit í þessum lögum því að bændur vildi ekki að gengið mjög langt í friðunaraðgerðum því að vildu menn halda í beitilöndin. Síðan lögunum breytt aftur 1914. Þá yfir stjórn samgæslumála færið yfir til Búnaðarfélags eða bændasamtakanna. Svo koma lög 23 og þá loksins settar styrkari starfsheimildir og umráðaréttur yfir svæðum inn í lögin. Á þessum tíma
margar jarðir teknar eignanámi eða keyptar. Það byrjaði á því þarna og sama með lögunum 1941 þegar að yfirstjórnin fær til landbúnaðarráðherra. Þetta hefur auðvitað valdið miklum deilum þessar starfsheimildir og þessar heimild til þess að taka lönd eignanámi. Og nú síðast voru málaferli út á Ársandi í Kelduhverfi þar sem að eignarhald ríkisins á því landi sem þar var tekið eignanámi grundvallað á þessu lögum 1923 og síðan 41. En það ennþá nokkur mál sem áttist að leysa, síðan koma lög 1965 og þar nafni Landgræðsla ríkisins komið á og síðan lögin 2018. Þar eru verulega breytingar og þar er nafni stofnunarinnar breytt í Landgræðslan úr Landgræðsla ríkisins en ýmislegt fleira tekið á sem að skýrir og þar á meðal kemur inn skýrir ákvæði varðandi sjálfbæra landnýtingu sem að ég á eftir að koma inn á hér á eftir. En fyrstu árin Gófað Hansen, skógræktarstjóri og á hestinum situr Gunnlaugur Kristmundsson sem var fyrsti sandgræðslumaður og síðan sandgræðslustjóri. En ástand lands var skelfilegt á mörgum stöðum. Myndir hér hægra megin uppi sýnir uppblástur í Þjórsárdal, torfur sem þar voru eftir og síðan má segja að það sem einkenndi þær skógarleifar sem voru eftir, þetta mynd frá 1906 sem þarna undir af Vaglaskógi, alveg nagaður allur skógarbotninn og allar greinar af nagaðar eins hátt eins og sauðfé náði. Þetta einkenndi þessa skóga og þörfin á því að fríða og vernda þessa skógarleifa var augljós. Nú fyrstu árin hafðu menn í rauninni ekkert annað heldur en hestvagnana og handaflið. Það var farið í það að hlaða varnargarða og stoppa af sandinn sem að ógnaði sveitum nánast allan hringinn í kringum landið. Það var sandfok við Þorlákshöfn, Landeyjasandinum, það var upp á Skeiðum, Rangárvöllunum, Landsveitinni. Svo var hægt að telja upp allan hringinn í kringum landið. Menn hlóðu garða, sáðu melgresi í sandinn við garðana og hækkuðu garðana eftir því sem að sandurinn stoppaði við garðana. Við gerðum úttekt á svæðinu við Skarð í Landsveit og þar eru grjótgarðarnir 18,7 kílómetrar að lengd. Þeir sjást fæstir núna en þó hægt að greina þá marga hverja. En þessir garðar með þeim tókst að stöðva sandfoki sem ógnaði landsveitinni og þannig hægt að fara mjög víða og sjá hvað áhrif þessir garðar höfðu. Og melgresið þarna komið í og farið að gegna mikilvægu hlutverki og það gegnir mikilvægu hlutverki enn í dag. Sandgræðslan eignaðist Gunnarsholt 1926 og fluttið þangað starfsemi sína 1944 og það var ákveðið að flytja sandgræðsluna á þennan stað en jafnframt að reka fyrirmynda bú. Þetta var tækjabúnaður sem var í starfinu, þunglamæli og lítil tæki. En það var ákveðið að reka stórbú í Gunnarsholti. Þegar mest voru þar 1600 kindur. Fyrst mjólkurframleiðsla og síðan holdanaut og þau urðu mest 700 talsins. Það engin búskapur í Gunnarsholti í dag.
En á þessum árum, þetta er mynd frá 1956 sem sýnir rauninni hvernig þessi tæki voru. Þau komist í rauninni ekki langt út fyrir túnfótinn og þess vegna var það sem himnasending þegar að opnuðust nýju möguleikar. Það var stundu jarðrækt og þið sjáu hvernig tækjabúnaðurinn var. En síðan komu flugvélarnar. Það breyttu mjög miklu. Ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur þessa bók sem að Sveitur Runnarsson og Páll Halldórsson skrifuðu nýlega og móta síðast ári. Fyrsta ábyrgðarflugið var 1958 og ég minna á þessa mynd og þið sjáu þarna í bakgrunni traktor. Tækin komust ósköp lítið út fyrir og þess vegna var þetta ótrúlega mikið og stórt skref þegar hægt var að fljúga og komast yfir gróft land. Fyrsta landgræðsluvélin var 300 kíló. Síðan var keypt vél 1966 sem bara 500 kíló. Síðan 800 og svo 88 kemur vél sem ber bara 1000 kíló ábyrgð í hverri ferð. Og síðan þristurinn Páll Sveinsson gat borið alltaf 4 tonn. Eldsneytisverð hækkaði og áburðarverð hækkaði og þess vegna var full ástæða til þess að breyta og það var í rauninni það sem að gerði útslagið með að ekki var haldið áfram. Það var flogið frá 31 flugvelli, 23 sjúkraflugvöllum, 55 lendingarstöðum, alls frá 109 stöðum. Fyrst og fremst voru þetta lendingarstaði fyrir litlu vélarnar en gefur líka vísbendingar og þið sjáu þá þessu korti að það var verið að dreifa áburði og fræi með flugvélum hreinlega allt land. Árangurinn, þannig er ótvíræður. Það stundum efasemdaraddir það að þetta hafi bara fokið út í veður og vind og haft lítil áhrif. En á svæðum þar sem búið var að stöðva sandinn og síðan kom áburður og fræ og síðan tók við gróðu framvinda. Hveti til þess að fara landið fyrir norðan Gunnarsholt sem að lítur ótrúlega fallega út og orðið vel gróið og þarna að vaxa upp núna birkiskógur og verður innan skamms einna stærri birkiskógum landsins. Flestir þekkja starfið á Mýrdalssandi. Þar voru flugvélarnar notaðar en þetta eru fyrst og fremst sáningar sem voru gerðar seinna með vélum og þarna sjáum við bláan lit. Það er ekki hægt að fjalla landgræðslunum að taka aðeins þessa ágætu plöntu lúpínuna. Þessi mynd þessi auglýsing úr Þjóðviljanum frá 1982. Þar sem að Landvernd og Landgræðslan voru saman að auglýsa eftir sjálfboðaliðum til þess að safna lúpínufræi. Það var farið með þetta lúpínufræi í Gunnarsholt þar sem búnir voru til akrar og Landgræðslan var mjög virk í því að dreifa lúpínu inn á landgræðslusvæði. En auðvitað fóru að renna á fólk 2 grímur og hér kortlagning á lúpínu á Tunguheiðinni frá 2005 og síðan 2015. Algjör sprenging í útbreiðslu og þetta raunin víðast hvar landið og það var ástæðan fyrir því að við tókum ákvörðun að hætta að fara með lúpínuna inn á ný svæði og við höfum ekki dreift, Landgræðslan hefur ekki dreift lúpínu síðan 2018 og við söfnum ekki lengur lúpínufræi. Lúpína gerir vissulega gagn en hún ógnar líka íslenskri náttúru mjög víða og það fátt sem getur stöðvað hana.
En hún gerði líka gagn í kringum Gunnarsholt og margir af ökronum sem eru í kringum Gunnarsholt eru frjóir og góðir vegna þess að lúpínan byggði upp jarðveginn. Hér er verið að slá vetrarhveiti. Einn af leigutökunum í Gunnarsholti er að slá þarna vetrarhveiti og hér er akur frá honum, nepjuakur. Og þessi aðili, Björgvin Harðarsson, framleiðir allt fóður sem hann þarf fyrir sína svínakjötsframleiðslu. Gagn fyrir landgræðsluna því að hafa svona góða rektendur er það að þeir taka þátt í þessari skiptiræktun hjá okkur. Landgræðslan safnar eða slær 20 tonn, eða tekur 20 tonn af túnmiklufræi á ári af fræi okkur í Gunnarsholti. En melgresinu þurfum við að safna á náttúrulegum svæðum. Hér er verið að slá melgresisfræ með þessum ágætu vélum sem er á hörmum og nýtast vel. Við erum ennþá að nota fókyrðingar. Hér er mynd af Austurlandeyjasandinum og það er verulega skemmdir sem geta orðið af þessu sandfoki. Þarna sjáum við staur sem er sandblásinn og það getur rétt ímynda hvernig plöntur líta út á þessu svæði og það er jú ástæðan fyrir því að það lífur ekkert. Við þurfum fyrst að binda sandinn áður heldur en að gróður framvinda getur hafist. Það er aukin notkun á lífrænum efnum. Þarna er verið að dreifa kjötmjöli á Hekluskógasvæðinu sem er jú eitt stærsta aðgerðasvæðið sem við erum að vinna á. Við erum að vinna það ásamt skógræktinni. Síðasta ári var þar plöntuðu stofnarinnar saman 1,5 milljón plantna og reikna með að fara 2 milljónir birkiplantna út núna í ár. Við erum að vinna rannsóknum á notkun á lífrænum efnum. Hér er tilraun sem var sett út á síðasta ári á Geitasandi. Við höfum sparað svolítið af þessum sandarsvæðum í nágrenni við Gunnarsholt. Það er ástæðan fyrir við erum ekki alveg búin að loka þeim öllum því að það er gott að geta sett út tilraunir í nágrenni við starfsstöðina hjá okkur. Það eru 67 í heilsustörfum hjá landgræðslunum núna og 2 kettir í vinnu hjá okkur og 22 í sumarstörfum í ár. Fram á fjárlögum 1452 milljónir og sértekjur landgræðsluna 190 milljónir á þessu ári. Veruleg hækkun sem hefur orðið síðan 2018 eins og þið sjáið. Okkur er treyst fyrir stærri verkefnum heldur en verið hefur og auðvitað er þessi vöktunar og loftslagsverkefni mjög viðamikill þáttur orðinn í starfinu. Stærstu verkefnin eru sem sagt endurheimtar verkefni, bæði votlendi. Við erum í samstarfi við bændur, bæði í verkefninu Bændur græða landið og Landbótasjóði. Það er beitarstýring, það er að segja friðurinn aðgerðir. Við erum í samstarfi við skógræktina eins og komið hefur fram og nú er það komið í formlega farveg í því sem við köllum BON samstarfsverkefni. Við sjáum sér loftslagsbókhaldið, það sem veitar landi fyrir utan það sem þeir eru undir skóginn sem er hjá skógræktinni. Stóra vöktunarverkefnið okkar Grólind og síðan erum við að reyna að leggja meiri áherslu á að nýta lífræn efni og við höfum núna á síðustu árum 6-faldað notkun á lífrænum efnum í okkar starfi. Og stórt verkefni sem ekki fer oft hátt en öðru hvoru sérstaklega þegar varnargarðar bresta að þá tala menn varning gegn landbroti en það eru 70 milljónir sem við fáum til varnar gegn landbroti sem er cirka 1/3 af því sem þyrfti að vera. Með lögunum 2018 þá
var okkur ætlað að vinna landgræðsluáætlun og henni var skilað til ráðuneytisins á síðasta ári og það er verið að vinna núna í matvælaráðuneytinu því að samræma landgræðsluáætlun og skógræktaráætlun. Síðan verður haldið áfram með það starf og lagt til grundvallar í svæðisáætlunum. Nú sjálfbærni reglugerðin er eitt af því sem kom inn með landgræðslulögunum 2018 og við höfum skilað til ráðuneytisins tillögum og það sem að grunnhugsun og aðferðir eru lagðar upp. Það eru aðferðir og grunnhugsun sem er í sjálfbærni lögum og reglum allan heim. Þessum tillögum okkar var ekki tekin eitt sérstaklega vel þegar það fóru í samráðsgátt. Sérstaklega voru þar skiptar skoðanir skilgreiningu og sjálfbærni. Fólk taldi að ætti að vera sjálfbærni að það var einhver framför í gróðri. Því erum við ekki sammála. Myndin til vinstri sýnir vel gróið land, en myndin til hægri ekki eins vel gróið. En hver skyldi trúa því, og þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að það er ekki svo einfalt að sjá hvernig ástand lands er, því að þetta er sama landið, þetta er bara mismunandi sjónarhorn. Tekið í mismunandi átt á nákvæmlega sama landinu. Og þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að það er ekki svo auðvelt að leggja mat á land og horfa bara yfir það. Það þarf rannsóknir, það þarf úttektir og það er það sem við erum að gera í þessu stóra verkefni okkar, GróLinda-verkefni. Bleiku punktarnir eru áætlaðir reitir sem á að setja út á árinu 2022-2024. Grænu punktarnir er það sem hefur farið út núna á undanfarnum 3 árum. Við birtum stöðumat eða kort sem sýnir ástand lands og það kemur auðvitað eins og við vitum aftur og aftur að því það er auðvitað þessi hálendissvæði og svæðin á gosbeltinu sem eru þau sem eru í versta ástandi. En það er heilmikið búið að gera. En áður en ég sýni það kort að þá er næsta kort ætla ég aðeins að sýna ykkur þessa mynd sem við vorum að setja saman núna nýlega sem sýnir daggráður. Fjólubláa er daggráður undir 4 gráðum, rauða 4 til 5 gráður og appelsínugula 5 til 6 gráður. Það er ekki mikill vöxtur þegar að daggráður eru undir 5 gráðum. Það er ekki fyrir en það komið í 6 til 7 gráður sem eitthvað byrjar að spretta. Og þess vegna er lítið vit í því að leggja mikla fjármuni í að græða upp land þegar aðgangur er að illaförnu landi lægra þar sem hiti er hærri. Þetta verður eflaust deilumál og aðstæður getur þetta verið misjafnar. En Ísland er land sem er notað til beitar. 63% af Íslandi er beitiland. Grænu svæðin þarna eru land sem eru fjárlaus eða fjárlítil og friðuð og stór hluti af þessum svæðum eru friðaðar í gegnum gæðastýringu í sauðfjárrækt. Gæðastýringu hefur vissulega fengið verulega gagnrýni en það er ýmislegt gott sem líka hefur komið út úr því verkefni. Það verkefni er alls ekki gallalaust og vonandi verður hægt að bæta það verkefni í ljósi og með stuðningi frá sjálfbærni reglugerð þegar hún kemur. Þetta eru reitir, sýnatökureitir vegna kolefnismælinga. Dreifður allt land og það er ennþá verið að setja út reiti og fjölga. Og áhugavert að skoða þetta í ljósi nýlegrar skýrslu sem kom frá Landbúnaðarháskólanum þar sem menn töldu sig vera komnir með nýjan sannleika út frá 2 mælistöðum.
og gáfu í skyn og gerðu lítið úr þeirri vinnu sem er á bak við það sem sést á þessari mynd. Yfir 600 mælireitir og þessi tveir átt að segja allan sannleikann sem birtust í þeirri skýrslu. Dapurlegt að það skuli síðan hafi verið étið upp af fjölmiðlum og jafnvel þingmönnum. Landgræðslusvæðin eru yfir 100, heildarfjöldi er 140. Við erum með 850 km girðingu. Þetta er ýmist eignarland ríkisins eða samningsbundin svæði. Heildarstærð þessara svæða 250.000 hektarar. Það er líka nýbúið að færa til landgræðslunnar 4 jarðir sem eru yfir 40.000 hektarar stærð. Friðun er oft vanmetin aðgerð en hún virkar sérstaklega vel þegar sem land er gróið að einhverju leyti. Hér sjáum við land sem er friðað og land sem er léttbeitt. Vissulega lúpína hér vinstra megin á myndinni og kannski er þetta eina leiðin til þess að koma í veg fyrir það að lúpínan færir allt. Það er að beita. Það opnast sífellt land með hópun jökla og það verður blástur frá þeim, þannig að það er eitt af þeim verkefni sem við alltaf þurfum að vera viðbúin að taka á. Það er mistur í lofti þegar blæs úr svæðunum meðfram Skaftá. Og það er svæði sem við þurfum sífellt að vakta og vinna á. En alls hafa verið græddir upp yfir 300.000 hektarar af fókalandi, eða 3% af heildarflatarmáli Íslands. Og við höfum verið að skjóta á kolefnisbinding þessara landgræðslusvæða svari til 600.000 tonna af koltvísýringi á ári. Það er áratugur endurheimtar vistkerfa núna og við leggjum áherslu á að vinna með náttúrunni, hjálpa náttúrunni við að bæta ástandið. Þetta er síðasta myndin hjá mér. Takk fyrir.